Herði já, þá erum við að halda áfram og við erum komin í hluta C í fyrsta hluta, eða fyrstu lótunni og við erum að fara að læra núna kvótarunur. Kvótaruna. Ok, dæmi kvótarunu er til dæmis eins og þetta. Þið sjáið strax að þetta er ekki mismunuruna af því það er alltaf mismikið sem þetta er að hækka. Það hækkar inn 1, síðan hækkar þetta 2, síðan hækkar þetta 4 og síðan hækkar þetta 8. Og maður sér samt að í hverju skrefi, þetta fer hérna, þá er þetta margfaldast með 2. Þetta fer frá 2 upp í 4, það er að margfaldast með 2. 4 verður 8, þá er það að vera margfaldast með 2. 8 verður 16, það er að margfaldast með 2. Þannig að þetta er alltaf að tvöfaldast. Og næsta tala sem ætti að koma hérna er hver? 32. Af því að 16 sinnum 2 er 32. Næsta tala, 32 sinnum 2 er 64 og svo framvegis. Og það er sem sagt kvóti sem er kvóti kallað Q og er skilgreindur svona. Það er einhver endilið pluss 1 deilt með endalið. Og það sem þetta hérna þýðir, þetta hérna n pluss, það fór alveg onni hérna, n pluss 1 og n. Þetta þýðir bara, að það eru 2 aðliggjandi liðir. Til dæmis, ef við skoðum runun okkar, þá getum við sagt að Q er sama sem 2 deilt með 1, sem er 2. Eða Q er sama sem 4 deilt með 2, það er 2. Eða Q er sama sem 8 deilt með 4. Sjá, ég er alltaf að gera sama. Ég er alltaf að taka 2 aðliggjandi liði. Ég er að taka annarkvort þessa 2 liði, eða ég er að taka þessa 2 liði, eða ég er að taka þessa 2 liði og svo framvegis. Og ég fæ alltaf það sama út. Q-ið á alltaf að vera sama. Alveg eins og í mismunarunu, þá er mismun alltaf svo sami. Kvótarunu, þá er kvótin alltaf svo sami. Þannig að kíkjum inn aðeins á meiri dæmi. Segjum að við erum með prófum svona bara 2, 1, 2, 4. Þannig að við erum með kvótarunu þar sem fyrsti liðurinn er 1 og Q-ið er 2. Og hérna er ég með þess að fyrsta liðin, annan liðin og þriðja liðin. Hvernig reikna ég út fjórða liðin? Þess ég geti gert, ég get sagt að já, það er bara þriðji liður sinnum Q. Eða 4 sinnum 2. Sem verður þá 16. En hvað ef ég vil reikna út kannski 8. lið? Hvernig í ósköpunum fer ég að því? Já, skulum skoða runun okkar aðeins betur. Við erum með 1, 2, 4, 8. Þannig þetta er 4. liður, hérna kemur 5., 6., 7. og 8. Hérna er A8. Hvernig reiknaði hún út? Já, ég byrja með töluna 1. Og síðan það sem gerist er það að ég er að margfalda hana með 2, sinnum 2. Og síðan margfalda ég aftur með 2. Og síðan aftur. Og svo framvegis. Alveg þangað til ég kem að lið nummer 8. Þannig að hversu oft frá fyrsta liðnum, hérna 1, til 8. liðs er ég að margfalda með 2.
Þú skoða eftir. 1 sinni, 2 svar, 3 svar, 4 sinnum, 5, 6, 7 sinnum. 7 sinnum er ég að margfalda með 2. Þannig ég get sagt að 8. liður, en það er bara fyrsti liðurinn sem er 1 sinnum mynda Q 7 sinnum. Eða svona. Ég er alltaf margfaldur með 2. Aftur og aftur og aftur. Svona. Eða 8 er 1 sinnum 2 í 7. Og maður sér að út frá þessu er þetta að forma eða búa til ákveðnu jöfnu. Það sem segir að endiliðurinn, AN, er bara fyrsti liðurinn margfaldaður með Q, kvótanum, og hversu oft n-1 sinni. Sjá dæminu frá ofan. Við vorum með 8. lið og þá vorum við að margfalda 7 sinnum. Við vorum að fara frá fyrsta lið yfir í 8. lið og þá vorum við margfalda 7 sinnum. Þess vegna er þetta n-1. Þess vegna er þetta n-1. En ok, þetta er gaman, heldum áfram. Segjum að ég er með A6 er sama sem 100 og segjum að Q sé 2 og það er spurt hvað er A1. Ok, við getum notað jöfnuna sem við erum að nota hérna undan, en það er alltaf fínt bara aðeins að skerpa á þessu skilningi manns og finna það út sjálfur hvernig maður reiknar þetta út. Þannig hérna er fyrsti liður, annar liður, 3., 4., 5. og 7. liður. Þetta hérna er okkar A6. Og hérna í upphafi er okkar A1. Hvernig fer ég að fara frá tengingi milli A1 og 100? Ég get sagt að ég tek A1, margfaldaði með Q, hversu oft? 1 sinni, 2 svar, 3 svar, 4 sinnum, 5 sinnum. 5 sinnum og þá fæ ég út 7. liðinn. Og þá getur ég sett inn hérna tölunar A1 sinnum 2 í 5. veldi, sama sem 100. Þannig í sjálfu sér er ég bara að nota jöfnuna á undan, en í staðins að nota hana bara blind og án þess að spá í henni, þá getur maður bara horft á þetta og ef maður skilur þetta, þá nær maður alltaf að forma út eða sem sagt átta sig á þessari hérna jöfnu. Segjum þetta gott.